geimverurnar yfir jörðinni, sem þú segir það séu. Allar líkur bendir til að svo sé. Ok. Af hverju eru þeir í felum? Það er svo óbúðslega margt geimverur sem við vitum ekki. Ég get giskað á svarið. Sjaldnast það í felum. Ég hugsa einhver jarðarbúi sjáu geimverur aðra eða þriðju hverju sekúndu. En það bara 7.000 milljónir manna á þessum hnetti og enginn þessara fólk sem að sér geimverur, það trúið enginn nema Magnús Skarphéðinsson. Já, það var þetta. Og það er alveg pottitt málið að þau myndu sjá geimverur, geimdisk, á leiðinni niður skóla hérna. Það myndi enginn trúið okkur nema ég. Foreldrar eitthvað á systkini og nánustu vinir eitthvað svona á góðum degi, þar með væri það upptalið. Það er bara svo mörg mál sem að enginn trúir, bara við lifum í þannig heimi. Ég er sagnfræðingur, 55 ára gamall og ég gerir mig grein fyrir því að við lifum mjög furðulegum tímum. Það er langt síðan ég gerir mig grein fyrir því að mér finnst að það eru virkar miðaldir í gangi í fullt af málaflokkum. Dulrænum málum, lífið til döðan, geimverum, álfum og huldufólki, rannsókn á hugurorkunni. Þetta er allt bara í skápnum. Þegar ég var aukaraldri, þá var verið að opna dulsálfræðideildir við flesta evrópska og bandaríska háskóla. Og allir heldur nú þetta bara tekið og rannsakað þessi mál sem alltaf hefur verið í skápnum. Já. Núna, 40 ára síðar, er nánast búið að loka flestöllum þessum deildum við flestallir bandaríska og evrópska háskóla og niðurstaðan er svo að það fer sáralítið sem enginn rannsókn fram á þessu. Og þar með talið geimverum. Nema í hernaðartilgangi og það er alltaf allt í felum. En af hverju geimverur láta ekki sjá sig? Það hafa svo sem enga þörf fyrir að láta sjá sig. En það hafa sést. Í Rússlandi voru útitónleikar 1996 og útitónleikar í Minsk og bein útsending ríkissjónvarpsins og 1000 manna voru þar á tónleikum og svo allt í einu kom fljúgandi furðuhlutur og ekki diskur heldur ílangt far. Og stoppaði fyrir ofan tónleikan og sjónvarpsvélarnar beindu myndavélum aðeins og allir Rússlandi sáu þetta. Og 1000 manna sáu þetta. Já, ok. Og svo skaust þetta í burtu. En þau var ekki til að brjóta þagnamúrinn þetta. Nei. Það er ákveðin mál í skápnum innan gæslappa sem ekki má ræða og aldrei í fjölmiðlum og allir vísindamenn hæðast að og tala niður á. Vísindamenn eru flestir ekki eins vísindalegir og sagt er. Þeir eru bara vísindamenn í afmörkuðum málum. Já, þetta er bara mennskina svona fólk. Hrættur að vera. Þetta er fyrir þörfur. Skoðanarlögreglunar, það hefur breyst núna frá miðöldum. Skoðanarlögreglunar var áður í svörtum kuplum og leikum patriarkakápum. Núna eru skoðanarlögreglunar í hvítum sloppum og eru á skrifstofum og vísindastofum og kallast vísindamenn. Já, það segir það. En ok, að lokum þá. Hvernig geimverur eru þetta? Hvernig vilt þú til að flesta tilkynningar geimverur þá er fólk að sjá einhvers konar svona manngervinga? Svona human geimverur. Þú talar við mig eins og ég sé blaðfulltrúi allra geimvera í veröldinni. Þú veist mjög við þetta. 4 eða 5 tegundir geimvera eru algengast að hafa sést á jörðu. Nordics og Greys og Pleiadians og 1 eða 2 tegundir viðbútt. Ég hef séð samt skjalasafni hjá einu af stærstu bandarísku geimverufélögunum í MUFON og þeir hafa ósvalega vandað fyrirkomlega þegar einhver sér geimdisk eða geimveru. Þeir láta teiknara, annars vegar að taka skýrslu og hverju vitni fyrir sig, mjög vandaða nánast lögreglu skýrslu og hins vegar láta teiknara teikna geimdiskinn eða geimveruna sem þeir sáu. Og í þessum skjalaskáp eru ykkur á bilinu 500 til 600 ólíkar tegundir geimvera sem vitni hafa einhvern tíma séð. Svo rétt á þessu getur menn séð traffíkina sem er til jarðar. Og af hverju geimverur mennskar svona í útliti? 70 til 90% geimverum eru með manngervingar eins og þú segir, það er rétt hjá þér. En það er geimverur sem hafa sést sem er alls ekki mannsmynd og bara allt annars.
menn hafa sér geimdisk að koma út vöðlaðist slí sem skipti sér í sífellu og rann saman og menn veit ekki hvort það voru einverið eða margar. Og allt þar á milli. Menn hafa séð alls konar kvikindi koma út úr þessu með marga hendur og fætur. En þess ber að geta að þorri geimverar sem til jarðarinnar koma eru á þessu öðru tíðnisviðið eða í öðrum efnisheimi eða eitthvað skyggnir sjá þetta bara og faratækið þeirra. Þetta er sjaldnast og minnst talað. En það sem þið eigi væntanlega við eru efnislegar geimverur. Bara sem mann sjá með augunum og geta snert með fingrunum. Af hverju líta það svona út? Trúlega líta það svona út vegna þess að þær hafa mestan áhuga á mönnum að því við erum líkir þeim. Ég held að flóra lífvera í alheimi sé óendanleg.